Sportþátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og eins og ég talaði áðan þá ætlum við að fara núna yfir í körfuboltan. Já, eiginlega vestanhafs. Það er NBA-deildin og á línunni er kominn Baldur Beck sem er alltaf að færa okkur þessa veislu á Stöð 2 Sport. Komdu blessaður og sæll, höfðingi. Blessaður og sæll. Herðu, þessi NBA-deild, hún er alltaf hér skemmtileg. Hún hefur bara aldrei verið skemmtilegri, held ég. Nei. Okay, það má segja það og já, það er heldur betur stórleikur í kvöld, eða ekki? Eða í nótt? Jú, það er bara fyrirfram áallas leikur ársins. Það má nú sennilega sko, það fann alltaf eftir hvernig leikurinn þróast í kvöld, en síðasti leikur í fyrra kvöld held ég að það hafi bara verið leikur ársins til þessa. Og hérna, þú nú fylgst með því hvernig það hefur þróast í kvöld verður náttúrulega hreinn úrslitaleikur hjá Oklahoma og Golden State og það kortliðið fer mætir Cleveland í úrslitum. Og hérna þetta einvíð er búið að vera alveg gjörsamlega lýgilegt sko. Já, það sögðu það ekki allir að Golden State væri bara beint í finals nema San Antonio og Spurs gæti staðið í vegi fyrir þeim? Nákvæmlega, þú veist maður þetta alltaf tæri þessu venjulega. En svo bara hafði Oklahoma einhverjar aðra skoðanir á því og tók bara meistarefnin í San Antonio og bara hendi þeim bara í sumarfrí. Þráttur að hafa tapað fyrsta leiknum í NBA með 30 stigum. Já. En hérna, svo heldum menn nú að ekki sami glansinn á hann þegar mættu meisturum Golden State en þeir heldur bara áfram að vera rosalegir og Oklahoma menn og unnu fyrsta leikin á móti Golden State og útvöldi og komist svo í 3-1 og þá veistu náttúrulega hvað gerist, þá fara allir að afskrifa meistarana og tala um að þetta hafa nú bara verið heppni hjá þeim í fyrra og eitthvað svona, þetta er svo fljótt að snúast við á þessum árstíma. En sem sagt í stöðunni 3-1 þá þurfti Oklahoma að fara til Oakland og heimaður Golden State til að tryggja sér sæti í úrslitunum og þeim tókst það ekki, þannig að Golden State minnkaði munin í 3-2 en flestir heldur nú með hvernig Oklahoma var búið að spila til þessa í úrslitakeppninni að þeir myndu nú klára dæmið á heimavelli þarna í síðasta leik og þeir voru komnir með aðra lúkuna á bikarinn, ef svo má segja, þeir voru komnir í rosalega góða stöðu en það tók sig upp einhver gamalt meistarahjarta hjá Golden State og þeir bókstaflega skutu sig út úr þeim leik bara með einhverju ótrústu skotsýningu sem maður hefur séð í úrslitakeppninni nokkru sinni sko. Ég er ekki ennþá bara fann að fatta hvað gerðist í þessum leik sko. En það er náttúrulega, já, menn eru með alltaf sviðsljósa yfirleitt á honum Steph Curry þarna en það er annar þarna sem að getur heldur betur hitt. Já, Klay Thompson, hann myndi svolítið rækilega á sig í þessum leikinn mitt. Hann splundraði metinu yfir flestar þryggjastæðakörfur skoraðar í einum leik í úrslitakeppni. Það var 9 og það voru einhverju 4 af þeim sem áttu það met. Hann skoraði 11 þryggjastæðakörfur í umræddum leik í fyrrakvöld. Og og sko ég var nú að heyra sérfræðinga að tala um þetta áðan. Sérfræðinga vestanhafs sem voru að tala um að þeim væri til efs að leikur hefði unnist með þessum hætti úrslitakeppni áður þar sem að var svona lítið brot af skoruðum körfum í leiknum voru tveggjastæðakörfur. Ég held að Golden State hafi verið með einhverja 30+ % skotnýtingu í tveggjastæðaskotum í leiknum og 20% af skotunum þeirra sko nálægt körfunum voru varin og eitthvað sko. Þeir hittu bara svo svakalega úr þryggjastæðaskotum að mikið Oklahoma fyrir bara eftir með sárt ennið sko. Nú þarf Oklahoma sem að var svona komið annan fótinn áfram þó að sé náttúrulega aldrei hægt að bóka svoleiðis í þessu. En nú eru meistarar Golden State bara með 8 leikinn úrslitaleik á sínum heimavelli í kvöld. Já. Eða nótt öllu heldur. Já. En þetta það er mikið talað oft um að það sem orðnar breytingar í
NBA og það nú ekkert langt síðan að hinn almenni Íslendingur bara nefnt ekki að horfa á þetta síðan að Jordan hætti og svona, en það verður sem að áhuginn fyrir NBA-körfunni sé komin aftur alveg, þetta smitandi hérna á Íslandi. Já, ég hef ekkert fyrir mér í því annað en mína tilfinningu, sko. Þetta er ekkert, sko, neinn svona della eins og þetta var þá, náttúrulega, hérna á 10. áratugnum, en þetta er ekki að minnka allavega. Það er, sko, eins og ég segi, ég hef ekki gert neinar fjölfræðar rannsóknir á því, sko, en það sem ég aftur á móti veit og sé alveg augljóslega er að þessi lið í dag og þessi bolt í dag hann er bara miklu betri heldur en hann var þá, sko. Þá er ég ekki að segja að liðin í dag sé miklu betri þanniglega, sko, þetta er bara miklu skemmtilegri bolti, miklu hraðari bolti, svona oftast í flestum tilvikum hraðari bolti, betri skittur, þryggjastega skotið er náttúrulega orðið miklu stærri partur af leiknum í dag en það var þá og svo er bara alveg svakalega mikið af alveg frábærum körfuboltamönnum í þessari deild, sko. Hver sko hérna sko og svo margir sko svona einstakir skemmtikraftar, sko, eins og við sjáum bara til dæmis bara í þessari seríu sem er að ljúka í kvöld, þar sem þú ert með 2 mjög sennilega bestu skittur í heimi í öðru liðinu og í hinu liðinu ertu með eitt besta skorara í sögu deildarinnar og í rauninni eintök af leikmönnum sem deildin hefur aldrei séð, sko. Svona eins og í Kevin Durant og Russell Westbrook, sko. Það er bara menn sem svona ögra öllum lögmálum það sem á að vera hægt að gera með líkamann, sko. Nákvæmlega. Þannig að þetta er, sko, núna segjum hvort liði sem að færi í finals, þá verður það nú ekki auðvelt, LeBron James, þarna, hann er, sko, það fer kannski minna fyrir honum svona í sviðsljósinu þessa dagana, en hann er kannski að gleymast í allir þessu umræðu því að hann er ennþá að skrifa sig í sögubækuna núna. Heldur betur. Það er vel að orðið komast hjá þér. Hann hérna, menn verða að gæta þess að gleyma honum ekki, sko. Ég hef búin að skrifa svolítið þetta, sko. Hann er náttúrulega að fara í lokaúrslit núna 7. árið í röð, sem á náttúrulega ekki að vera hægt, sko. Nei. Og það hefur ekki gerst í meir en hálfa öld, held ég. Það leikmaður hafi farið, menn gerðu þetta hérna á 7. og 7. áratugnum þegar Boston stórveldið var. Já. Þá voru ekki 10 lið í deildinni og eitthvað svo, en leikt að gera lítið úr því þegar það var náttúrulega bara ótrúlegt lið, en hérna svona að fara 6 úrslit í þessum nútíma leik er alveg einstakt, en hérna þó verður að taka það með reikningin náttúrulega að austurdeildin sem LeBron James spilar í er búin að vera sögulega slugg undanfarna ár. Þannig að það hjálpar auðvitað. Já. En það er, ég meina, það þætti einhverju rosalega flott að komast í úrslitakeppnina 6 ár í röð. Þannig að það er í lokaúrslit 6 ár í röð. Það er alveg sama hvernig á það er litið, það er afrek. Já. Og eins og þú segir, menn með ekki sofna á verðinum gagnvart LeBron James, sko. Hann er ennþá, það er alveg hægt að færa rök fyrir því að hann sé ennþá besti körfuboltamaður í heimi, sko. Og þetta er nú og hann er í hörku liði núna og þeir eru ekki allir meittir núna eins og í fyrra. Þannig að þeir verður anstæðingur, held ég, alveg sama hvort liðið vinnur í kvöld, sko. En það er væntanlega, spilar það eitthvað inn í hérna þegar búið að fara svona í 7 leikja seríu öðru megin og Cleveland náttúrulega mæta þá væntanlega það ekki bara ferskari heldur en hinn liðin, eða breytir það kannski engu máli? Þeir koma til með að gera það og það er ekki bara það, þeir lentu nú í smá vandræðum með Toronto hana, töpuðu 2 leikjum fyrir þeim, en öðru leyti eru þeir búin að vera bara, sko, nánast að gera meira því að horfa sjónvarpið heldur en að spila körfubolta síðastlinar vikur, sko. Og þegar menn er eins og LeBron James sem eru búinir að fara svona svakalega djúpt í úrslitakeppninni á hverju einasta ári,
að þá telur það svakalega mikið sko. Já. Sérstaklega fyrir mann eins og LeBron James sem hefur verið undir svona rosalega álagi því að við höfum séð það sko, sáum það hérna þegar hann var hjá Miami nokkru sinnum sko að þegar allir voru að spá í hvað væri að mannum sko, þá var hann bara bensinlaus. Já, þú veist, hann er búinn að spila langt yfir 100 leikur einast ári og svo hann kannski landsliðsverkefnum, þannig að maðurinn ekki að fá neitt frí, sko. Hann er bara útdoknu allan ásins ring og þegar þú gerir það mörg ár í röð, það er alveg saman þú sett ofurmenni eins og LeBron James, sem er ekki gerður úr sama efni og við hinn, það verða allir uppgefnir einhvern tímann. Og þetta er mjög valið punktur og sko eins og þessi tvö lið eru búin að lemja á hvort öðru í þessari seríu núna. Það var eins og einhver sagði það sko hérna þegar þetta einvígi fór í 7 leiki sko að þeir brosa breytt núna austanmegin Cleveland-menn njóta þess bara að vera með poppið og horfa á þetta í sjónvarpinu og hvíla sig og meðan hinn liðin sko lemja á hvort öðru því þessi sería ég er afar lítill spámaður en ég lofaði öllum sem heyrðu fyrir þessa seríu að þessi sería á milli Oklahoma og Golden State yrði geggjuð. Já. Og ég stóð við það. Þessi sería er búin að vera algjör snild, sko. Bara með því betra sem maður hefur séð, sko. Já. Og já, þú náttúrulega þorir ekkert að veðja hvort liðið muni vinna í kvöld? Ég er búin að gera það, sko. Ég er búin að gera það. Ég fór í hálfgerða fílu við Oklahoma liðið að klúra þessu. Þannig ég spáði því að Golden State vinni í kvöld með 30+ stigum. En Baldur, hver er með þér í veislu kvöldsins? Herru, ég ætlaði hérna tilkynna það í beinni á ykkur að Kjartan ætli að verða með mér Kjartan ætli Kjartansson. Já. Fjölmiðlamaður með meiru, hann er nú að verða meiri fjölmiðlamaður undir björnfólkamaðurinn. En hérna, þau þekkir hann nú vel hérna á Suðurlandinu. Já, þjálfaði hérna FSU og nákvæmlega. Og knaspinu heiti úr Árborg. Akkurat. Að hann ætlar að vera með mér í kvöld og hann var með mér aðeins í vetur og hann er náttúrulega þannig vinnu núna að hann er að fara í vinnuna þegar ég er að klára vinnuna. Já. En hann ætlar að, þetta er bara svo svakalegu leikur í kvöld að hann langaði rosalega að vera með mér og það var bara mínir ánægjan öll af því. Já. Og verðum við tveir galandi alveg. Þetta á að verða svakalegu leikur. Ég hef einhver tilfinningu fyrir því að Golden State muni skjóta út úr húsinu, en það er svo sem ekkert í þessari seríubeilinni sem bendir til þess því að sko ef leikirnir hafa verið ójafnir þá hefur það verið Oklahoma sem hefur verið að bursta á en ekki meistararnir sko. Nei, og já, þetta er þvílík veisla og hún hefst hjá ykkur klukkan hvað? Klukkan 1 í nótt. Já. Og svo verður við náttúrulega með lokáslitin, þau byrja á 5. Og þau verður allir byrjun okkar á Stöðvar Sport. Já. Eins og síðustu 20-30 ára. Er það annað dag úrslitin sjálf eða? Það er innan við það sko. Já. Það er innan við það, ég man þetta ekki alveg, það er yfirlega svona 2-3 dagar á milli í lokáslitin. Það er sem er miður en þeir þurfa tíma til að komast á milli endan á milli í þessu stóra landi. Já, þetta er nefnilega aðeins stærri en Ísland, þetta er ekki eins og að fljúga á Akureyri. Nei, það er svolítið til dæmis að fljúga frá Oakland til Cleveland, það er svolítið langt flug. Já, en já, ég get ekki sleppt þér fyrir en ég spyrir þig, já, þú áttið það ekki eitthvað þitt uppáhaldslið? Í NBA? Já. Jú, ég á það er bara sumarfrí. Já, það grunaði mig. Og hvað liðið það? Það er Utah Jazz. Utah Jazz? Já. Og þú ert á væntanlega að treysta á framtíðina að þeir dragi rétt og svona og það er að skemmtilega NBA, menn vita ekkert hvernig framtíðin ber í skauti sér. Nei, þetta er náttúrulega, þú veist, eins lítill klúbbur og lítill markað eins og hægt er en þetta er bara svona það sem svona ber fyrir augum að þegar maður er ungur maður. Þá velur maður sér lið og maður er ekkert að skoða markaðstærð eða stjórnmálaskoðanir hjá klúbunum þegar maður velur sér það þegar maður er gutti sko. Já, og hvaða leikmenn voru það sem þú elskaði sem gutti? Þú getur rétt ímyndað það voru Stockton og Malone hérna í gamla dag. Já, einmitt, þannig að þú hefur þeir voru ungir og efnilegir. Já, þannig að þú hefur ekki elskað Michael Jordan mjög mikið þarna á sínum tíma.
Nei, ég var svolítið full út í hann sko. Já, Hann fór svolítið illa með okkur. Já. Baldur Beck, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, takk fyrir þessa veislu og allir að vera með stilt á Stöð 2 Sport klukkan 1 í nótt. Heldur betur. Og svo það NBA-bloggið. Já, NBA Íslands maður. Já. Allir að fara þangað náttúrulega að lesa. Okay. Bestu þakkir og gangið vel í nótt. Takk fyrir. Bye. Já, leikurinn hefst klukkan 1 á Stöð 2 Sport og það má einnig sjá inn á nbaisland.blogspot.is. Þar allt helsta NBA-bloggið og frá honum Baldri Beck og svo einnig til spjall á Facebook sem heitir NBA-spjallið Where Amazing Happens. En nóðum það í bili, við ætlum næst að fara áfram aftur í knattspyrnuna og línuna verður, markahrókurinn Viðar Örn Kjartason sem búinn að vera funheitur þessa dagana og orðinn næst markahæstur í sænsku úrvalsdeildinni. Hann nú ekki á leiðinni reyndar á EM en hann verður hér á línunni eftir smá stund. Sportþátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli.